Góðan daginn og velkomin í nýtt myndband. Hvenær sagðirðu fólkinu þínu að þú værir ólétt? Ok, ég ætla að segja ykkur frá hvernig aðstæðurnar mínar voru. Ég fattaði að ég væri ólétt rétt áður en ég fór til Svíþjóðar, bara 3 dögum áður. Og Tómas var akkurat úti í námi og ég var að fara út til að hitta hann. En ég gat ekki hugsað mér að fara að segja einhverjum öðrum fyrst. Þannig að þarna var ég heila 3 daga og sagði engum. Ekki einni sál, ekki einu sinni Bósa. Nei já, Bósi var ekki til þá. Oh my god. Já, Bósi var ekki einu sinni hugmynd þarna held ég. Jú, hann var hugmynd. Jesús, nú hætti ég að tala. Allavega, ég var ekki komin til Svíþjóðar. Ég var heima þegar ég tók fyrsta óléttuprófið mitt. Ég get hósta myndbandi hér. Þar sem að ég fatt að ég sé ólétt, hvernig viðbrögðin mín voru og þegar ég sagði Tómasi. Svo fer ég út og þá ég einhvern veginn bara komin 5-6 vikur eða eitthvað og var þá ekki tilbúin til að segja heldur vinunum mínum hann úti af því ég var bara ógeðslega stressuð. Ég var eitthvað voða paranoið þarna fyrstu vikurnar. En ég segi þessast fólkinu mínu þegar ég kem síðan heim til Íslands og þá var ég komin 9 vikur. Og svona eftir að hyggja, ef ég pæli í því að því ég sagði rosa fáum hana fyrstu vikurnar að ég held að sé betra frekar að segja fólkinu sem maður treystir af því að ef eitthvað skildi gerast, ég var stressuð, ég vildi ekki segja hennum að því ég var svo hrædd eitthvað myndi gerast. En ég held að sé miklu betra að segja fólkinu sem maður treystir, þá eru þau alltaf til staðar. En ok, næsta spurning. Mér langaði til að þess að forvitnast hvort þú notaðir einhver olíu á bumbu og líkamann. Já, ég notaði þess að olíu sko á brjóstin, magan og svona, lærin og rassinn. Það svona svæðin sem maður svona fær líklegast slit. En jú, olíur geta hjálpað og það er svo mikið dekur að setja þessu olíu og það er svo næs. En ég held að olíur séu ekkert endilega að fara að fyrirbyggja það að þú fóið slit. Sumir líkamanni bara berða þessu verfið. Kúlan að stækka, líkamanninn að stækka og þá er alveg niðurstu að setja þessu olíu. En ég samt held að það sé ekkert, kannski er það fyrirbyggja, ég veit það ekki. Ég var alveg dugleg að setja olíu og ég fekk eiginlega engin slit. Ég fekk ekkert á magana og ekkert á, engin ný slit sko. En ég fekk á brjóstin, í lokin á meðgöngunni, þá fekk ég á brjóstin og meira eftir fæðingu. Eða þá fekk ég á brjóstin rosa mikið. Eftir fæðingu og kemur mjólkin bara. Ætastýr, viltu vakna? Það var meðgöngan og fæðingin eins og bjóst við. Ef við byrjum að tala um hérna meðgönguna, þá var hún ekki eins og ég bjóst við. Og þá meina ég, kannski ef ég tala um fyrstu vikurnar, leiði mér svolítið mér leið líka eins og ég væri ekki ólétt. Af því að, jú, ég var búin að taka, ég tók svona 9 próf eða eitthvað á sikurum tímunum. Ég var alveg komin, 9 vikur eða 10 vikur eða eitthvað þegar ég var bara, ég verði að taka annað próf. Bara til að fá staðfestinguna. Af því að ég fann ekki í rauninni fyrir neinum einkennum. Jú, ég fekk eitthvað cravings en ég var ekki með ógleði, ég var ekki í brjóstunum, ég var ekki að fá svona þetta sem að svo margar tala um. Og það svona hræddi mig og alltaf þegar ég sagði bara já, nei, mér líður bara vel og bara nei, ég er ekki með ógleði, þá var alltaf bara ha. Það var mjög óþægilegt. En með fæðinguna þá var ég ekki búin að, þá var ég ekki búast við neina ákveðnu, ég var ekki með neitt fyrirfram planað eða ákveð. Tala betur það á eftir. Gerðu þú eitthvað á meðgöngunni til að undirbúa þig fyrir fæðinguna? Og já, ég myndi nú alveg segja það. Ég var alveg obsessed, sko. Ég fór sem sagt á fæðingarnámskeið hjá, ég held hún heiti Helga Reynis. Þetta var alveg nýtt, ég held að það hafi verið bara eitt fyrstu námskeiðunum hennar, þannig að það var bara í gegnum netið. En já, mér varst það rosa gott út af því að þá fekk maður smá innsýn í hvað er í boði til dæmis. Það var alveg fínusti undirbúningur og svo fór ég í meðgöngujóga hjá Auði og það var mjög skemmtilegt en stórfurðulegt á sama tíma. Maður var alveg svona smá að fara út fyrir þægindarammann. Ofta dansa við rosa fyndin og skemmtileg og skrítin lög. Því sem hafi farið að maður veitir örugglega hvað ég er að tala um. En þetta var samt eitthvað svo gott fyrir mann og hún var svo yndisleg og talaði ótrúlega mikið, af sögum, svona reynslusögum. Og það sem hún myndi okkur á í hverjum einasta tíma var ást. Að anda, slaka og treysta. Þetta þrennt, anda, slaka, treysta. Og alltaf minna okkur á það. Það var eitthvað sem maður var alveg með í huga þegar maður fór inn í þessa skemmtilegu fæðingu. Og svo hlustaði ég á ótrúlega mikið á hlaðvörpum, podcastum, bæði erlendum og íslenskum. Það til ótrúlega mikið. Svo horfði ég á mjög mikið af myndböndum, aðalega bara á YouTube. Horfa fullt af fæðingarmyndböndum. Mér fannst það mjög skemmtilegt og ég fór alltaf jafn mikið að skæla.
Ég horfði á fæðingu sem gekk ótrúlega illa, ég horfði á fæðingar sem gengu ótrúlega vel og var rosa gott að sjá bara, þú veist, ok, þetta getur farið þangað, svo getur þetta líka bara, þetta getur gengið ótrúlega vel. Þarf ekki alltaf að hræða úr manni líftúruna. Rosa margar sem upplifa kvíða gagnvart fæðingunni og bara strax leið og þær verða óléttar, sem ótrúlega leiðilegt. Varstu stressuð fyrir fæðingunni? Það var einmitt eins og ég var að segja. Sko, nei, ég myndi ekki segja að vera stressuð af því að ég leyfði mér einhvern veginn ekki bara að pæla í fæðingunni. Ég bara, þú veist, það kemur að því og svo ef ég var eitthvað svona fekk smá hnút í magann, kannski bara, vó, ok, þú veist, hvernig þetta fara að verða, skilja, þegar maður veit ekkert hvernig þetta mun fara, að þá hugsa ég alltaf, já, en þetta endar á því að ég fæ sjá barnið mitt, sem svo ótrúlega falleg og góð tilhugsun. En ég var eiginlega ekkert stressuð af því að ég var ekki að hugsa þetta því að mér fannst svo langt í þetta og ég var svo viss ég myndi fara 2 vikur framöður og bara þurfa að fara í gangsetningu og allt það því að mér leið svo vel hérna í lokin. Varstu búin að vera með einhverja fyrirvaraverki áður en þú misti vatnið? Nei. Sko, þetta var ótrúlega skrítið. Ég fekk einhverja svona tilfinningu þannig ég sendi sko á Akranes og var að spyrja hvort það væri með einhverja óljur og eitthvað svoleiðis. Þannig ég var ekkert eins og ég hafði fundið eitthvað á mér en ég var ekkert með neina fyrirvaraverki. En það alveg talað það að konur fari í einhverju svona einhvern rosalega gír rétt að barnið kemur. Man sko að ég fór í göngutúr með Heru vinkonu í alveg bara langan göngutúr sko. Mér fannst ég eitthvað samt bara svo hress og mér leiði alveg ótrúlega vel og mér fannst þetta alls ekkert erfiður göngutúr en það hefur líklegast hjálpað barninu að komast aðeins niðar. Varstu aldrei hrædd þegar þú varst búin að missa vatnið og fram að fæðingunni? Bósi, þú ert mjög góður en mér finnst þetta ekkert næs. Já, þú ert ekki góður. Nei, ég myndi ekki segja að ég hafi verið hrædd. Þetta var rosalega skrítin tilfinning að missa vatnið. Þú veist, það var eins og maður hafi verið að pissa á sig og ég trúði því einhvern veginn ekki að ég hafi verið að missa vatnið. Já, bara, það getur ekki verið. Samt var ég búin að sko fara á klósettið og að pissa beint eftir á. En ég var bara, þú veist, þetta ekki að fara að gerast núna. Þú veist, þetta var ekki inn á planinu mínu bara að fara að eignast barn 10 dögum fyrir settan dag. En ég var ekki hrædd. Ég var bara, þetta bara að fara að gerast núna? Hún bara að fara að koma bara núna? Ég var bara svona svolítið spennt. Bara, hún bara að fara að koma. Það ein spurning sem ég fekk ansi oft og það hvort ég hafi fengið mænudeyfingu. Ég skil það vel að því ég hefði spurt líka að þessu ef ég hefði hort á svona myndband. En nei, ég fekk ekki mænudeyfingu og ég var heldur ekkert búin að ákveða neitt fyrirfram. Ég var ekki búin að ákveða eitthvað, ég ætla ekki að fá mér mænudeyfingu. Ég var alveg opin fyrir því að fá mér mænudeyfingu ef ég þyrfti. En ég veit ekki hvort þið hafi ég sá kannski ekki endilega í myndbandinu en ég gat ekki talað. Mér datt ekki einu svona í hug að biðja neitt. Ég bað ekki Bósi, nei, þetta skórnir mínir. Þetta mínir skór, þú ert ekki bara að borða þá, mátt bara sokkið mér hérna. Bað ekki verkjaleyfi eða neitt, ég var samt alltaf að segja ég er svo vont og svoleiðis en mér datt ekki einu svona í hug að biðja neitt. Ég veit ekki alveg af hverju. Ég veit ekki hvort ég hafi verið að hugsa bara já, það kemur að því að ég mun þurfa að biðja eða ég spurði líka alveg Tómas, þú veist, bað ég einhverju verkjaleyfi og hann bara nei. Þannig að það var einn sem spurði held ég hvort ég hafi fengið mænudeyfingu eða hvort ég hafi fengið þetta glaðaloft. Ég prófaði glaðaloftið þegar ég sá það í myndbandinu. Ég prófaði glaðaloftið og ég var með ótrúlega góða öndun og þú veist, hjúkkurnar voru ofta, eða ljósmæðurnar voru að segja bara rosalega vel gert hvernig þú andar og eitthvað, lærði það í jóganu. En þegar ég prófaði að nota glaðaloftið þá bara misti ég allan takt. Mér leið eins og ég væri svona, eins og ég var að missa anda. Það var mjög mörg spurningar hvort eitthvað hafi komið mér á óvart eða eitthvað sem ég komst að eftir fæðinguna sem enginn sagði mér. Ég vissi þetta því ég hlustaði á svo mikið á hlaðvörpum. En eftir fæðinguna þá þarftu að fæða fylgjuna og hefnaðist mjög vel hjá mér og gekk mjög vel. Síðan að mögulega vera saumuð ef þú rifnar þá þarf að sauma skilur eftir á, þú veist, það alveg smá svona, þú veist, þú ert ekkert bara já, fyrir barnið, klæða það í föt og heim og já. Þú máttu ekki fara heim af fæðingardeildinni fyrir þú ert búin að pissa sjálf. Þú veist, það var allt rosa flott hjá okkur, gekk allt rosa vel en þau voru að bíða endalaust eftir að ég myndi ná að pissa áður en ég mætti fara heim. Var fæðingin sjálf, sársaukinn verri eða skárri en þú hélst? Sko, mér langar að segja ykkur að mér fannst verra að vera í hríðum. Þú veist, þegar hríðin kom, mér fannst það verra heldur en þegar ég var að rembast og fæða. What? Ég veit ekki hvort að margar tengja við þetta, ég hef ekki hugmynd sko, en mér fannst betra einhvern veginn þegar ég var að fæða því að þá var ég að rembast á sársaukann. Það rétt að maður gleymi sársaukanum þegar maður fær barnið í hendurnar? Ok, jú, kannski sekúndubrot að þú vorst að horfa á barnið bara, vá, hún er komin. Þú gleymir ekkert sársaukanum. Ég tengi ekki við það.
ekki á hálfs mánaða og ert þú þetta lík pappaðinum? Gubbis með. Og fyrir að skipta þér. Ok, Emilia, næsta spurning. Varstu kvíðin í fæðingunni? Sko, það var á einum tímapunkti þar sem ég var kvíðin og það var þegar að ég var nýkomin inn á fæðingarstofun okkar. Þá var önnur kona að fæða í herberginu við hliðina á og ég fór eitthvað að pissa og þá heyri ég bara í henni bara öskra. Það var bara öskrandi og þá hugsaði ég bara, ó nei, ég á þetta eftir. En svo var þetta bara ekkert svona hræðilegt. Því ég upplifði það ekki þannig. Hvernig var tilfinningin að fá litlu í hendurnar í fyrsta sinn? Emilia, hvernig var tilfinningin að fá þig í hendurnar í fyrsta sinn? Á maður bara geta lýst því? Það var mjög góð tilfinning. Ég upplifði mjög góð tilfinningu. En leiði ég fekk henni fangið, þá langaði mér svo að sjá hana bara. Þú veist, sá hana, en svo hugsaði ég strax. Er þetta stelpa? Því ég vissi þetta væri það að vera stelpa. Hún að byrja að halda haust, þannig hún þvílíkt að æfa sig. Af því að sko, það var ein í janúar sem átti von á stelpu en fekk strák. Og ég, þú veist, ekkert að því ef það myndi gerast. En ég var bara svo forvitin. Ég var bara, er þetta stelpa? Fyrst sem ég sagði, sko. Ég var svo hissa að hún hafi verið með hár og að sjá spékoppan og maður sá þetta allt, sko, rosa fljótt. Halló, ég kom hérna í pottinn. Hver þín reynsla með að rifna? Hvað ein skítræddu að rifna við fæðingu? Já, ég hugsaði mitt sjálf bara, oh my god, ef maður myndi rifna hann á milli bara. Það var það mjög skýri tilhugsun. En eitt sem að ljósmaðurinn sagði við mig að hjálpi er að fara til dæmis í baði. Þá, þú veist, húðina hitna og mýkist upp eða ekki, ég veit það. En ég rifnaði þess bara fyrsta stigs. Ég fann allavega ekki fyrir því, en svona nokkrum dögum eftir á var það mjög óþægilegt. Þannig að ég held að þú þurfir ekki að hafa mikla áhyggjur af því þegar þú ert að fæða, en nokkrum dögum eftir á það getur verið óþægilegt. Voruð þið búin að ákveða nafnið? Sko, við vorum með 3 nöfn í huga, en við einhvern veginn alla meðgönguna náðum við ekki ákveða hvaða nafn okkur langaði. Það var eiginlega eitt sem var stóð mest upp úr og það var Emilia, en við vorum samt óákveðin af því að okkur langaði bara að sjá hana, þú veist, ef hún hefði líkst mér meira, ef hún hefði verið bara, þú veist, ekki með dökkt hár og ekki með spékoppa eða eitthvað, þá hefði við pottþétt hugsað annað nafn. Ég veit ekki hvort þið heyrið í mér fyrir þessum fuglum, þetta svo kósí. En leið að ég fekk henni í fangið þá bara, já bara þetta Emilia. Og Tómas líka. Er einhver tenging á bak við nafnið? Sko, Birna í höfuðið á báðum emmunum. Mamma mín og mamma Tómasar eru báðir með millinafnið Birna. Þannig að það var eiginlega ekki annað hægt en að skýra hana Birnu. Og svo Emilia eiginlega búin til loftið. Langar ykkur í framtíðinni í annað barn. Ef við erum heppin og getum eignast annað barn, þá væri það bara æðislegt að Emilia myndi fá lítið systkini. En bara alls ekkert á næstunni. Hvað varstu komin langt þegar þú áttir hana og hvernig voru síðustu dagarnir ólétt? Ég var komin 38 vikur og 3 daga. Það voru 10 dagar í september og seinustu dagarnir fyrir fæðingu voru bara, þetta var 3. janúar sem ég átti hana. Þú veist, það voru 3 dagar sem ég var með fólkinu áramótin og mér leiði rosa vel. Og þau voru reyndar öll að segja eitthvað, ég held hún komið fyrr, það væri eins og ég væri með stærra heldur en körfubolta fram á mér, sko. Hún var rosalega stór, sko. En mér leiði rosalega vel seinustu dagana og ég bjóst, eins og ég sagði áðan, ég bjóst ekkert við því að hún myndi koma fyrr. Hversu lengi var kúlan að fara eftir fæðinguna? Sko, mér fannst það líka minn fljótur að jafna sig, en þetta er bara rosalega persónubundið og misjafnt eftir fólki, sko. Ég get sett nokkra myndir, þú veist, sem sýnir frá dögunum eftir. Ég tók svona nokkra myndir af mér. Mér fannst það magnað að sjá þetta. Þú veist, ég er alveg þá bara húðin alveg laus og svona magan, sko. En kúlan sjálf var alveg farin kannski svona 3-4 vikum eftir á. Ég myndi segja kannski mánuð eftir á var kúlan farin. Hvernig líður þér andlega og líkamlega eftir meðgönguna? Takk. Mér líður bara mjög vel. Maður er ennþá að læra inn á þetta allt saman, svo mikið að svona þroskaskrifum sem hún er að fara í gegnum. Þannig að það er svo oft sem að ég er alveg, mér líður oft bara illa með henni. Hvað fannst þér nauðsynlegt að eiga eftir fæðingu? Ok, það getur vel verið að ég gleymi einhverju, en nú ætla ég bara að segja það sem ég man. Mér fannst nauðsynlegt að eiga bleiur.
ég keypti svona bleiur í apótekinu hann í Glæsibæ. Þá var þetta ekki svona innlegg sem maður setti inn, maður bara skellti sér bleiu. Mjólkin kemur bara þegar hún vill og það sprautist út allt og þá verður bara að vera með lekarlífar. Þannig að mæli með því og þetta eitthvað sem enginn sagði mér. Eða mér fannst einhvern veginn enginn tala fyrstu dagana. Þeir voru alveg yndislegir en á sama tíma líka erfiðir. Af því að brjóstagjöfin reyndist mér mjög erfið fyrstu dagana og ennþá erfið því ég ekki að djóka. Ég fæ einmitt aðra spurningu, einu spurningu það sem ég fer kannski betur í eftir. Já, þannig ég mæli með að eiga, þetta heitir Theraperl og þetta svona kæli og hita póðar einhvern veginn. Þannig að þú getur fryst á eða sett á í örbylgjuna og ég notaði það svo mikið af því að ég fekk svo mikla stálma og ég fekk sár og bara allan pakkan. Þannig að ég notaði græðirkremi frá Sóley, notaði það til að setja bera á sárin og svo notaði ég þessa Theraperl púða. Kældi eftirgjöf og hitaði fyrirgjöf. Þannig já, mæli með því og svo, já, nefsuga. Þess að fyrstu dagana eru börnin með svona slím eftir fæðinguna og þarf að losa sig við þetta slím og ég var búin að kaupa þetta og ég var búin að heyra að það væri gott að eiga þetta en ég var ekkert búin að kynna mér hvernig þetta nota þetta en í svoleiðis sem var alveg frekar slæmt af því að við upplifum það að eina nóttina sem hún bara var með rosalega mikið slím og var alveg svona bara grét og var alveg kúast og það var bara rosa vond upplifun og við vissum einhvern veginn ekki hvað við áttum að gera og hvert við áttum að hringja og við vorum alveg svona ringluð sko. En þá notuðum við nefsuguna og saltvatnsdropa hjálpaði við að losa þetta slím, settum hann svo á brjóstið og þá náði hann að losa við gubba og losa við slímið. Þetta var mjög óþægileg upplifun en ég ætla ekki að reyna að hræða ykkur, þetta gerist ekkert fyrir alla en kannski fínt að kynna sér hvernig maður notar hann að vera búin að taka hann upp og skoða hann og svona. Já, ég held að þetta sé bara svona það sem þetta er aðalega í hug og svo verður að vita bara að fyrstu dagarnir þið þurfið ekki að eiga allt. Segjum það að þið myndið fara á stað og eiga fyrir tíman. Það var allt í lagi að þið séu ekki búin að, við erum ekki eins og með barnaherbergi sko. Það var margir sem stressa sig við því að við erum ekki búin að gera barnaherbergi tilbúið. Við erum ekki með barnaherbergi, við erum bara með rúmið hennar inni í okkur og jú, ég hugsa alveg að ég átti eftir að kaupa samfelli í þessari stærð, ég keypti bara föt í stærðum 50 og 56 og ég átti eiginlega ekki nein föt í stærri stærðum með sumir kaupa bara endalaust. Það er ekki nauðsynlegt að eiga allt. Það er hægt að skreppa út í búð og redda eftir fæðingu. Það er ekkert sem að gerist, ekkert slæmt sem gerist. Hvernig var að koma heim eftir fæðinguna? Það er oft fókusað á meðgöngu og fæðingu. Ég er svo sammála. Mér finnst alltaf verið að tala bara meðgönguna og fæðinguna og kannski ekki beint ræða þessa fyrstu daga. En það er örugglega einhver sem ræða það en mér fannst það ekki svo mikið umræðin allavega. Mér fannst yndislegt að koma heim. Mér fannst það svo skrítið að vera allt í einu bara komið með litla mannesku bara mætt heim í bílstólnum sem er búin að vera inni og maður er búin að horfa á hann tóman skilur og hún er allt í einu bara lítil manneski í bílstólnum. Við náttúrulega komum heim bara sama dag og ég átti. Þannig að ég átti þarna klukkan 4 og kom heim held ég 9 eða eitthvað kvöldið og okkur leið svo vel þannig að við hringdum strax í tengdó og foreldra mína og buðum þeim að koma og þau kíktu og þetta var bara yndislegt. Svona skilaboð. Takk fyrir. Maður þarf svo mikið að heyra svona því að þegar maður er að vera mamma í fyrsta sinn, maður er einhvern veginn, ég veit ekki hvort að þið upplifið það sama eða þeir sem eru kannski að verða með mér, það er kannski fínt að heyra þetta. En þegar maður er nýbökumamma þá er maður alveg svona svolítið viðkvæm og sérstaklega þessar fyrstu 3 vikur. Maður færi svona eitthvað svona sængurkvennagrátur. Ég kannski upplifði það ekkert rosalega sterkt en ég man bara að mér fannst ótrúlega erfitt að, ég náttúrulega bara að vera hreinskilin hérna, en ég náði ekki að fara á klósettið að gera nú mér. Mér fannst það mjög erfitt og ég fór skæli við því. Þannig að þið búið eitthvað undir það að það gæti verið erfitt. Ég man ekki hver spurningin var. Hver var spurningin? Já. Nei, þetta var ekkert spurning, þetta var bara þessi skilaboð, hvað þau skilaboð. En ég ætlaði bara að segja, þegar maður er nýbökumamma, þá er maður alveg svolítið viðkvæmur, maður er að læra inn á þetta hlutverk, það er erfitt og maður heldur einhvern veginn alltaf að segja að gera eitthvað rangt og þegar maður langar að gera allt það rétt að vera barnið sitt en svo fær maður alls konar komment úr öllum áttum, amma þín, mamma þín, frænka þín, vinkona þín, og mér finnst alveg svona, það er oft farið svo vitlaust að manni en svo vilja þau öll vel en fyrir nýbaka mömmu ef maður er eitthvað svona ekstra viðkvæmur. Þessi finnst mér svolítið skemmtileg. Góð ráð fyrir námsmenn sem eru að hugleiða barneignir samhliða háskólanámi. Og ég er náttúrulega bara ekki í námi en ég á vinkonur sem eru í námi og það er að reynast þeim mjög krefjandi en þú getur allt ef viljinn er fyrir hendi og ef þið langar í barn og ef þú ert tilbúinn þá bara go for it.
Ok, hvað fannst þér erfiðast við að verða mamma? Ég var búin að hugsa þessu spurningu öðruvísi. Ég held að veri, hvað finnst þér erfiðast við að vera mamma? En ef ég svara henni, þá finnst mér erfiðast þegar að ég veit ekki hvað að hjá Emilíu. Þegar hún að gráta og það er einhvern veginn ekkert sem huggar hana. Það finnst mér ótrúlega erfitt og það var búið að vera mjög mikið þannig. Þriðja mánuðinn, þegar hún var 2 mánaða, þá byrjaði hún að vera mjög óvær og þá var örugglega einhver magakveisa, mikið bakflæði, svo getur verið svo ótrúlega margt og maður einhvern veginn að reyna að prófa alls konar hluti á sama tíma. Maður veit ekkert hvað virkar og hvað virkar ekki. En hvað finnst þér erfiðast við að verða mamma? Ég veit það ekki alveg. Mér finnst bara þetta sem ég var að segja núna. Mér finnst það erfitt. En svo er líka bara allt í lagi. Ef maður upplifir að manni finnst þetta erfitt, það er allt í lagi. Þetta er nýtt fyrir manni og það sem fylgir móðurhlutverkinu er oft mjög erfitt og það tekur á. Þannig maður á heldur ekki að fá samviskubit yfir því að finnast þetta erfitt og vera stundum úrvinda og búin á því og maður fær oft svo mikið svona mömmu samviskubit. Það er eitt Instagram sem þið verðið eiginlega að fylgja sem að mér finnst geggja. Það er mjög margt þarna sem er sniðugt. Ég man ekki hvað heitir, ég set það hérna þegar ég er manna. Hæ, þú sætti þessu freysu. Takk fyrir. Jólaleg. Ég er jólaleg. Jólin koma. Hvernig gengur brjóstagjöfin? Kom þér eitthvað óvart og eitthvað sem hefði viljað vita? Sko, brjóstagjöfin er ennþá erfið. Hún var mjög erfið fyrstu dagana. Ég hefði bara viljað vita að brjóstagjöfin væri ekki svona sjálfsögð eða svona auðveld eins og ég bjóst við einhvern veginn. Mér finnst ég svo oft sjá bara konur vera bara að gefa brjóst og það er bara svo lítið mál. En það er búið að vera algjört ströggl fyrir okkur, sko. Emilía, þú elskar þessar brjóstir, eða ekki? Mamma, ég var að fá spurningu hvort að sambandið á mér og Tómasi er búið að breytast eftir að eignast barn. Já, þetta er bara rosalega algengt að það breytist allt. Og það getur orðið bara sem við með mjög margt á eftir. Það er bara andlega og líkamlega. Það verður svo mikið álag. En ég myndi segja samt að það er alveg búið að breytast en samt ekkert á slæmanhátt. Nei. Það er bara minni tími saman. Þið kannski finnir fyrir því að þið bara ekki frjáls. Já, og þegar mann bara, eins og þú hlýtur að hafa fundið líka svolítið mikið fyrir þegar hann fór aftur að vinna og þú þurftir að finna út svona megin. Og það er líka eðlilegt að þetta hafi áhrif á sambandið, þú veist, að það breytist. En þetta hefur svona sína upp- og niðurtíma, en meiri upptíma og þegar þú er svo yndisleg. Já, þegar þú er svo yndisleg. Já. Ætlar þú bara slefa? Ætlar þú bara slefa, Emilía? Já. Svo bráðum fer þú bara að sitja. En við söknum pappa alltaf þegar hann er í vinnunni. Er það ekki? Já.